Við viljum bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þessa glæsilegu jólahátíð Njarðvíkurskóla. Þið nemendur í 6. bekk fræðast aðventina. Þekkið þið söguna af fæðingu Jesúbarnsins? Þar sem við erum búin að afla okkar mikilla þekkingu hennar munum flytja ykkur helgileikinn. Helgileikurinn fjallar fæðingu Jesúbarnsins og söguna kringum hana. Við biðjum ykkur að gefa okkur gott ljóð. Góða skemmtun! María var ósköp venjuleg stelpa sem bjó í borginni Nasaret ásamt foreldrum sínum og unnusta sínum Jósef. Það gerist dálítið óvænt. Engill kemur til Maríu og segir: Þú munt vera þunguð og ala sauðbarn og hann mun vera sonur Guðs. Ég gera það sem Guð vill. María verður þunguð. Síðan gerist það að boð kemur frá Ágústusi keisara. Hann segir skrásetja í alla heimsbyggðina. Allir íbúar ríkisins skyldu skrá sig á manntalið þeirra borga eða bæ sem þau ættu að rekja til. Allir fóru og létu skrásetja sig hver til sinna borgar. Jósef og María fóru einnig. María var þunguð og stutt var í fæðingunni. Þau gengu úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdíu og tóku á Davíð. Jósef og María koma að gistihúsinu. Þau berja að dyrum og spyrja gistihúseigandann hvort hann eigi ekki auka rúm fyrir þau. Gistihúseigandinn hugsar einungis peninga og segist ekki eiga auka rúm og vísar Jósef og Maríu á dyr. Jósef bendir á Maríu og spyr henni aftur hvort hann eigi ekki auka rúm. Nei, já, þið miður ekki auka rúm handa ykkur, en ég get boðið ykkur gistingu í fjárhúsinu, segir hann. Þau fara þangað enda María orðin þreytt og vonir á barninu í heiminn. En á meðan þau dvöldust þar kom að því að hún skyldi verða léttari. Fætti hún þá son sinn frumkindinn. Lagði hann rifum og lagði hann jötu. Úti í haganum voru fjárhirðar sem vöktu við fjör sínu. Nóttin var dimm og allt var gert og hljótt, en skyndilega skein skært ljós. Við getum fallið birta, hvernig stendur á þessu? Það veit að bara spámennir mikið rosalegri hræddir. Rosalega bjart, lögum og tíma sem við. Það hlýtur eitthvað skelfilegt að fara að gerast. Komið bræður, hröðum okkur. Verið ekki hræddir, við búum mikið fögnuð sem veitast með öllum linum. Í dag frelsar fæddur, sem Kristi drottinn í borg Davíðs. Hlustið á mig, þið munið finna ungbarn rífað og liggjandi í jötu. Sömu svipa var með englanum, fjölda himneska hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Heyrðu þið tónina og sáu þið birtuna? Sagði engillinn okkur ekki fara til Betlehem? Jú, hann sagði það að fyrir beint til Betlehem að sjá þann atburð sem hefur gerst og sem drottinn hefur kyngjart okkur. Rosalega bjart og skyndilega stendur hér engill. Hann segir að frelsari sé fæddur. Hann segir að við þurfum ekki að vera hræddir. Hann segir okkur fara beint til Betlehem. Það fór í fjárhirðarnir með skyndilega fundu Maríu, Jósef og ungbarnið liggjandi í jötunni. Hjarta fór í fjárhirðarnir af Maríu og Jósefi og óskuðu til hamingju með barnið. Til hamingju með barnið. Takk fyrir. Þá er Jesús fæddur. frá Austurlöndum til Jerúsalem. Þeir höfðu séð stjörnu á himninum svo skæra að þeir sögðu hún boðaði mikla tíðindi. Stjarnan fagra fór fyrir þeim og staðnæmdist þar sem barnið var.
Við erum veikir lengi en við eltum stjörnuna sem skín yfir gripunum sínum. Við færum barnið ykkar með dýrasta fugl. Takk fyrir. Við yfirgang konungsleika okkar til að fagna þessu barni. Ég færi barnið ykkar mitt albesta reykelsi. Takk fyrir. Takk fyrir. Það var sko þess virði að labba yfir fjöllin og eyðimerkurnar og sjá þann frið sem speglast í þessum augum. Ég færi þessu barni að besta sem ég á. Myrrum. Ég er svo þakkláttur. Takk fyrir alla þessu góða gjafir. Stærsta gjafin er og verður hlýr hugur ykkar. Með friður og einlægni þessu barns augna fylgi ykkur á heimili ykkar. Síðan héldu þeir allir heim til sína ríkja en þeir voru allir breyttir menn og eru þeir aldrei samir eftir þetta. Svona hljóðaði sánafæðingu Jesúbarnsins. Við viljum þakka fyrir okkur og fyrir gott hljóð. Leið og óskum ykkur góður og yndislegri jóla, þá vil ég enda þetta á því að syngja saman Heim sem ból. Takk fyrir okkur.